Hagfræðingurinn Gunnar Tómasson fullyrti í Kastljósi hér í vikunni að myntkörfulán bankana séu ólögleg og að bankarnir gætu þurft að greiða himinháar bætur til lántakenda. Gunnar vísar til greinagerðar með lögum vexti og verðtryggingu, en þar kemur fram að ekki sé heimilt að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, hefur í nokkra mánuði undirbúið málsóknir gegn bönkunum á þessum forsendum, en hefur nú einnig höfðað mál fyrir hönd hjóna í Kópavogi á hendur nýja og gamla Kaupþingi fyrir stórfelld og skipulögð fjársvik gegn almenningi með því að bjóða gengistryggð lán á sama tíma og bankarnir stunduðu gengisviðskipti. Jóhanna ræddi við Björn Þorra fyrir í dag og spurði hann einnig út í hvernig gjaldeyrislán þurfa að vera útfærð til þess að teljast ólögmætt að hans mati. Velkomin Björn Þorri. Takk. Útskýrðu aðeins fyrir okkur það sem kom fram í Morgunútvarpinu í morgun. Þú ert búin að vera að vinna í þessum málaferlum í nokkra mánuði, en þau byggjast ekki semst bara á því að þessir samningar hafi verið ólögmætir, þessi lán hafi verið ólögmæt, heldur líka á markaðsmisnotkun bankana í aðdraganda hrunsins. Já, við höfum núna lagt fram kæru fyrir hönd umbjóðanda okkar. Núna í fyrsta kasti gegn nýja og gamla Kaupþingi og þá persónlega gagnvart Sigurði Einarssyni og Hreiðari Má sem og Finni Sveinbjörnssyni, bankastjórum og fyrrverandi stjórnarformanni þessa banka fyrir raunverulega stórfelld fjársvik gegn almenningi. Útskýrðu það hvernig þessi fjársvik fóru fram? Þau fara fram þannig, teljum við, náttúrulega í fyrsta lagi með því að veita þessi gengistryggðu lán og innheimta þau svo að fullu eins og þau séu lögmæt og það er auðvitað sérstaklega ámælisvert teljum við að Finnur Sveinbjörnsson, núverandi bankastjóri nýja Kaupþingsbanka, hann er núna að innheimta bæði hjá fólki og fyrirtækjum lánasamninga sem að innihalda ákvæði sem eru ólögmæt þegar haft í huga að hann sat í nefndinni sjálfur. Hann er einn af nefndarmönnum sem sátu í nefndinni sem að sömdu frumvarpið til núgildandi laga vexti og verðtryggingu. Markaðsmisnotkunin á að öðru leyti sér stað með því, teljum við, að bankarnir þrír, gömlu Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn, þeir voru hér léku aðal hlutverk á innlendum gjaldeyrismarkaði, þar að segja millibankamarkaði með gjaldeyri. Nú liggur fyrir að það lítur að minnsta kosti þannig út, og það er nú einmitt þess vegna sem við viljum fá lögreglu til þess að rannsaka þau mál, að viðskipti þeirra með gjaldeyri á ákveðnum tímapunktum hafi verið í þeim einum tilgangi að hafa áhrif á skráð gengi krónunar. Þegar að þeir eru búinir að lána út svona mikið af gengistryggðum og verðtryggðum lánum, þá liggur það auðvitað fyrir að þessir bankar og þessi fyrirtæki hafa beina hagsmuni af því að krónan falli. Það er að segja, ef að gengi krónar fellur, að þá auðvitað hækka gengistryggðar eignir bankans í hvelli og verðtryggðar eignir fylgja auðvitað í kjölfarið, vegna þess að það er ekkert eitt atriði sem er jafn virt til að koma af stað verðbólgu eins og það þegar gjaldmiðlinn fellur. En nú ert þú að saka þá raunverulega ólögmæta viðskiptahætti, en hefur eitthvað fyrir þér í þessu að þetta hafi verið tilgangurinn og þetta fór náttúrulega allt fram með það ekki undir eftirliti fjármálaeftirlitsins? Já, ég hef það fyrir mér, Jóhanna, í því að við skulum horfa bara á mars og september 2008. Þá liggur fyrir að millibankamarkaður með gjaldeyri nam 1200 milljörðum íslenskra króna í hvorum mánuði fyrir sig. Og þegar haft í huga að það lætur nærri, svo að fólk átti sig á þessum tölum, það lætur nærri að þetta sé það bil 8-föld árs útflutningsverðmæti sjávarafurða frá Íslandi. Þá sjá menn hvers konar gríðarlegir fjármunir eru þarna á ferðinni. Bara viðskipti í einu mánuði? Viðskipti innan eins mánaðar. Og við skulum líka átta okkur á því að þessi gjaldeyrisforði var ekki til í landinu. Það er engu líkara en að menn séu raunverulega alltaf að kaupa og selja sama gjaldeyri í þeim eina tilgangi að manipulera verðmæti gjaldmiðilsins. Það er að segja að þetta sé ólögmæt markaðsmisnotkun sem þarna átti sér stað. Þetta er svona álíka, eins og ég hef nefnt áður,
að menn vilji eiga viðskipti með 100 tonn af gulli í einum mánuði en það bara til 1 tonn af gulli í landinu og þá gerur það einfallega með því að þú kaupir sama gullið 100 sinnum í mánuðinum og selur það 99 sinnum. Þá getur þú sagst hafa keypt 100 tonn af gulli en þú átt bara 1 tonn í lok mánaðarins. En við veltum aðeins fyrir okkur bara þessum meiningum að þessi lán séu ólögmæt. Getur það verið að forystumenn bankana hafa bara hreinlega ekki velt þessu fyrir sér ef að lagabókstafurinn svona skýr? Getur það verið að þetta hafa bara farið fram hjá þeim allir saman? Það þeirra að svara því. Auðvitað virkar þetta mjög sérstakt fyrir okkur sem erum að skoða þetta í dag að það eru ekki bara bankarnir sem hefðu átt að átta sig á því að þessar lánveitingar eru raunverulega andstæðar lögum. Maður veltir þetta fyrir sér hvað með fjármálaeftirlitið, hvað með Seðlabankann, hvað með viðskipta- og fjármálaráðuneyti, hvað með alla þessa aðila. Og það kom ekki fram á þessum tíma og bent á þetta fyrir bara að þú tókst þetta upp fyrir einhverju mánuðum síðan? Jú, nei, ég allan varð ekki var við það. En þetta kann líka að einhverju leyti að skýra þá feimni stjórnvalda að taka á þessu máli. Vegna þess að ef þetta reynist rétt, að þetta sé ólögmætt, þá liggur þetta fyrir að ýmsir aðrir en bankarnir brugðust með beinum hætti í málinu. Í þessum málaferlum sem að þú ert að undirbúa, skýrðu það þessu út fyrir mér hvernig það skiptir máli, hvernig lánasamningarnir eru útfærðir? Út af fyrir sig eru erlend lán í sjálfu sér ekki ólögmætt, ef þau eru klárlega erlend lán. Og ef upphæðin þá í erlendri mynt? Já, það eitt af því sem skiptir máli. Í fyrsta lagi horfum maður auðvitað til þess hvað segir skuldabréfið eða lánasamningurinn, hvaða myntir eru þar tilgreindar. Og í langflestum tilvikum þá er að ræða tilgreiningu í íslenskum krónum. Síðan er auðvitað mismunandi hvort að þetta erlenda gengisviðmið er sett inn með því að segja að samningurinn sé gengistryggður beinlínis, það eru mörg dæmi það. Það eru líka dæmi það að það séu bara nefnd í hlutföllum, þar að segja í prósentuhlutföllum, viðmið við tilteknar erlendar myntir. Og síðan eru þetta dæmi það líka að hreinlega séu settar inn höfuðstólsfjárhæðir hinna erlendu mynta líka. Er það til að mynda í minnihluta tilvika að erlenda myntin sett fram sem höfuðstóll? Já, í miklu minnihluta. Ég myndi skjóta og það væri svona kannski 10-15% tilvika. En það eru fleiri atriði sem skipta máli. Það skiptir auðvitað máli þegar verið að meta það hvort raunverulegum íslenskt krónulán sé að ræða. Auðvitað í fyrsta lagi í hvaða gjaldmiðli er lánið greitt út í. Og ég hef enn ekki hitt neinn sem að tók erlend myntkörfulán og fekk það greitt út í erlendri mynd. Mér er ekki kunnugt það ennþá. Þannig að þessi lán voru klárlega greitt út í íslenskum krónum. En skiptir það máli, ef að bankin hefur til að mynda boðið upp okkur af valkosti? Það kann að skipta máli. Þetta er einmitt eitt af því sem að lögfræðilega málið mun snúast að mínu viti fyrst og síðast. Hvort að raunverulega erlend lán eða íslensk krónulán í skilningi laga var að ræða. En í langflestum tilvikum þessi lán bara greidd inn á íslenska krónureikninga. Greiðsluáætlanir eru allar miðaðar við íslenskar krónur. Ég hef enn ekki séð greiðsluáætlanir með erlendum lánasamningum af þessari gerð, neytendalánum, þar sem miðaðar við hinnar erlendu myntir. Að lokum má nefna það að öll þessi lán eru raunverulega endurgreidd í íslenskum krónum og í sumum þessara lánasamninga eru ákvæði sem beinlínis banna að þau séu endurgreidd í öðru en íslenskum krónum. Þannig að þetta eru nú svona kannski stærstu atriðin sem ég tel að skipti máli við að fá dómsúrlausn það hvort að raunverulega íslensk lán er að ræða eða ekki.